Já, það er komið að því segja nokkur orð hér og ég er að hugsa það kom svo mikið til mín síðast þegar Jóhann var að tala viljan og hver er vilji minn? Fór ég að hugsa það kom svo sterkt til mín máttur viljans. Það var yfirskriftin hans. En hver er vilji minn? Hvað er það í raun og veru sem ég vil? En það er ýmislegt sem ég vil. Ýmislegt sem ég langar og það er ýmislegt sem ég geri án þess jafnvel að vilja. En er það þannig? Er það hægt? Er ég viljalaus? Nei, ég hef alltaf vilja. Jafnvel þó hann sé veikur. En ég læt stundum undan viljanum, læt til leiðast og verð meðvirk. Ég læt stundum glepjast að vilja annara og jafnvel læt ég vilja annara ráða yfir mínum vilja. Er það sama að langa og vilja? Oft langar mig að horfa á eitthvað skemmtilegt í sjónvarpinu og helgar oft lítið spennandi að horfa á einmitt þegar mig langar svo að slappa af og hafa það svo gott. En það er oft ekkert áhugavert og ég skiptum stöðvar fram og tilbaka og leita einhverju spennandi. Hvað er það sem ég langar að horfa á? Hvað er það sem er gott fyrir mig að horfa á? Já, ég hef verið mjög hugsandi yfir þessum orðum sem að Jóhann var með mátt viljans. En er það ekki Jesú sem ég á að horfa á? Er það ekki frelsari minn sem ég á að vilja og langa að horfa á? Og hvernig er best fyrir mig að gera það? Ég þarf að taka út allt sem stelur athygli minni frá Guði í bæn minni. Taka út sjónvarp, blöðin og útvarpið og jafnvel tölvuna. Gefa sjálfurinn mér næði, frið og ró, kveikja jafnvel á kertaljósi og upplifa sjálfa mig með Guði. Finna fyrir návist hans og biðja hann leiðbeina mér. Leiðbeina vilja mínum að vilja Guðs. Við segjum í Faðirvorinu, verði þinn vilji. Og Drottinn sjálfur talaði við Móse, hann skipaði honum ekki. Hann bað hann bauð honum að vilja halda lög sín, hlýða orðum sínum. Og Móse valdi að lúta vilja Guðs og hlýða honum og halda lög hans. Í dag býður Drottinn Guð þér að halda þessi lög og ákvæði. Þú skalt því varðveita þau og halda þau á öllu hjarta þínu og allri sálu þinni. Þú hefur látið Drottinn lýsa yfir því í dag að hann vilji vera þinn Guð og þér skulu ganga á hans vegum og varðveita lög hans. Skipanir og ákvæði og hlýða hans raustu. Og Drottinn hefur látið þig lýsa því yfir í dag að þú viljir vera hans eignalíður, eins og hann hefur boðið þér og að þú viljir varðveita allar skipanir hans. Svo hann geti hafið þig yfir alla þjóðir hann hefur skapað til lofs og frægðar og heiður og þú sér Drottinn Guði þínum helgaður, líður eins og hann hefur sagt. Þetta sagði Drottinn við Móse í 5. Mósebók, 27. kafla, 16. og 19. versi. Móse valdi að vilja hlýða Guði og Guði valdi hann til mikilla verka. Páll postuli tala líka vilja sinn í Rómarabréfinu, 7. kafla, 19. og 20. versi. Hið góða sem ég vil, ger ég ekki, en hið vonda sem ég vil ekki, það gjör ég. En ef ég geri það sem ég vil ekki, þá er það ekki lengur ég sjálfur sem framkvæmi það, heldur syndin sem í mér býr. Vilji okkar er stundum veikur eins og hjá Páli postula. Við viljum og veljum að gera ýmislegt sem er ekki að vilja Guðs. Við föllum í freistni og syndgum. Við veljum að hlýða Satan. En við eigum von ef við viljum. Við eigum frelsarann sem tekur á móti okkur með opnum örmum. Ef við viljum og byggjum hann, þá fyrirgefur hann okkur
Fyrirgef okkur allar okkar syndir. En við skulum ekki streitast á móti vilja Guðs. Þegar við vitum ekki hver vilji okkar þá er svo gott að geta spurt Guð og hlustað. Hlustað eftir vilja hans. Beðið hann og sagt, verði þinn vilji. Ekki reyna neitt, heldur hætta þessu stríði og leyfa andanum að flæða. Slaka á og leyfa Guði og hlusta. Í fyrra Þessalóníku bréfi 5. kafla 16-18 segir, verið ætíð glaðir, biðjið án afláts, þakkið alla hluti því að það er vilji Guðs með yður í Kristi Jesú. Og hegðið eru eigi eftir öld þessari, heldur takja háttaskiptum með endurnýjun hugafarsins, svo þið fá að reyna hver sé vilji Guðs, þið góða, þið fagra og fullkomna, segir í Rómverjabréfi 12:2. Viljinn er ráðandi afl í eðli mannsins. Ef viljinn tekur rétta stefnu mun öll mannveran lúta stjórn hans. Viljinn er ekki smekkurinn eða löngunin, heldur er það valið, hæfileikinn til ákvörðunar. Hinn konunglegi máttur sem verkar í mannanna börnum til hlýðni við Guð eða óhlýðni. Ykkar hluti er að taka ákvörðun með Kristi. Þegar þið hafið beygt vilja ykkar undir hans vilja, eignast hann ykkur og verkar í ykkur að vilja og framkvæma sér til velþóknunar. Eðli ykkar er beygt til hlýðni við anda hans, jafnvel hugsanar ykkar lúta honum. Ef þið getið ekki stjórna hvötum ykkar og tilfinningum eins og þið óskið, getið þið stjórna viljanum og með því verður alger breyting í lífi ykkar. Þegar þið beygið vilja ykkar fyrir Krist líf ykkar falið með Krist í Guði. Hann er þá tengdur mætti sem er ofar tignum og völdum. Þið hafið styrk frá Guði og við það eignist þið nýtt líf trúarinnar. Ykkur mun aldrei takast að hefja ykkur upp nema vilji ykkar fylgi Kristi og samstarfi með anda Guðs. Ekki telja að þið megnið ekki, heldur segið, ég get, ég vil. Og Guð hefur heitið ykkur heilugum anda til þess að hjálpa ykkur í hverri fastri viðleitni. Þetta segir Ellen G. White í daglegt líf, blaðsíðu 320. Við eigum von í vondum heimi. Við eigum vissu að frelsun frá syndum okkar. Við eigum von í Jesú Kristi og getum viljað og valið að ganga með honum. Verði þið vilji, bæði á jörðu sem á himnum, segir í Faðir vorinu. Það er því ekki verði minn vilji, heldur verði vilji Guðs. Minn vilji. Guð veit alltaf hvað það er sem er best fyrir okkur. Treystum því vilja Guðs. Því að lúta vilja hans breytir hugsunarhætti okkar. Eins og segir í Rómverjabréfinu 12. kafla öðru versi, hegðið yður eigi eftir öld þessari, heldur takið háttaskipti með endurnýjun hugafarsins, svo þið fáið að reyna hver sé vilji Guðs, í góða, fagra og fullkomna. Í 3. spori A-samtakana segir við tóku það ákvörðun að fela líf okkar og vilja umsjón Guðs. Það er að velja vilja Guðs til að ná tökum á fíkninni. Að þekkja sjálfa sig er að þekkja vilja sinn. Að þekkja okkar raunverulega vilja sem stundum er svo veikur og við svo óvissum hvað það er. Þá er gott að biðja eins og í Faðir vorinu. Verði þinn vilji, því hann veit hver við erum og hvað við viljum. Streitustum ekki á móti vilja Guðs. Slökum á og leifum Guði, leifum honum að vera í fyrsta sæti í vilja okkar og lífi okkar, því við eigum vit og við eigum von og vilja. Verði þinn vilji, Drottinn minn, á jörðu sem á himni, og ég bið að vilja okkar sé að velja þig og vilja hverja stund og við hvern andadrátt lífs okkar. Í Jesú nafni. Amen.